Til að reikna töflu væntanlegrar tíðni þá þurfum við að finna þessar svokölluðu samtalstölur. Samtalstölur fyrir töfluna, þær eru einfaldlega fengnar svona að samtalstölurnar eru bara summurnar annaðhvort í hverjum dálki eða hverri röð. Þannig að samtalstalan fyrir Reykjavík er bara heildarfjöldinn í úrtakinu fyrir Reykjavík, sömuleiðis fyrir nágrannasveitarfélögin og landsbyggðina og svo könnum við einnig heildarfjölda þeirra sem sögðu nei og heildarfjölda þeirra sem sögðu já. Hér eru komnar allar samtalstölurnar. Næst viljum við finna töflu væntanlegrar tíðni. Og munið fyrir töflu væntanlegrar tíðni þá þurftum við að margfalda sama samtalstölurnar í hverri röð og dálki og deila með heildarfjölda. Tafla væntanlegrar tíðni á að vera jafnstór eins og tafla mældrar tíðni og útreikningarnir í hverjum reit fyrir sig eru fengnir með að bera saman með samsvarandi reiti í töflu mældrar tíðni. Þessi stærð hér fæst með því að margfalda viðeigandi samtalstölur. Þannig að stærðin hérna fyrir þá sem eiga ekki happatölu Reykjavík fæst með að margfalda samtalstöluna af öllum þeim sem eiga ekki happatölu og öllum þeim sem voru frá Reykjavík. Margfalda þessa tölu saman, það er að segja margfalda 531 við 1197 og deila með heildarfjöldanum, deila með 1476. Og þannig fær stærðin 430,628. Svona gerum við fyrir allar samsetningar, þannig að til dæmis þegar við ætlum að reikna reitin fyrir þá sem eiga happatölu á landsbyggðinni, þá margföldum við sama samtalstöluna annars fyrir landsbyggðina, það er að segja það voru 523 alls á landsbyggðinni, og fyrir alla þá sem svöruðu játandi þeir ættu happatölu sem voru 279. Þannig að þessi stærð er 279 sinnum 523 deilt með 1476 eða 98,85976. Svona eru öll þessi gildi reiknuð og þið skulum endilega spreyta ykkur á því hvort að þið fáið ekki sömu niðurstöðu fyrir hin 4 gildin. Þá er bara eftir að reikna töflu prófstærðar og að reikna það fram til prófstærðar. Munum að þegar við ætlum að reikna töflu prófstærðar þá áttum við að reikna þessa stærð hér. O sem svaraði fyrir töflu mældrar tíðni og sem svaraði til töflu væntanlegrar tíðni. Finnum þau 2 gildi sem eiga að svara til sama reits, finnum mismuninn þeirra, setjum í annað veldi og deilum með samsvarandi gildi í töflu væntanlegrar tíðni. Ok, hvað gerum við þá? Jú, eins og hér myndum við ef við ætlum að finna reitin fyrir þá sem eiga ekki happatölu og búa í Reykjavík. Þá myndum við finna mismuninn fyrir mælda tíðni og væntanlega tíðni, það er að segja muninn á 450 og 430,628. Tökum mismuninn á þessum tveimur stærðum, þessi mismunur er tæplega 20. Setjum þennan mismun í annað veldið og deilum svo með tölunni úr töflu væntanlegrar tíðni. Þegar við gerum það, þá fáum við eftirfarandi niðurstöður að fyrir Reykjavík, þá verði reiturinn hér, væri þá 450 mínus 430,628. Sá mismunur settur í annað veldi, deildu með 430,628 og það er 0,87 og svona höldum við áfram fyrir alla hina reitina. Við erum saman gildin í þessum tveimur töflum fyrir viðkomandi reiti. Þannig fáum þessa hérna töflu og þetta er þá tafla prófstærðar. Prófstærðin okkar er svo einfaldlega summa þessara gilda, þar að segja við bara plúsum saman þessi 6 gildi og fáum þá stærðina 7,27.
Munið svo að til að forsendan fyrir því að við megum nota þetta tilgátupróf var að öll gildin í töflu væntanlegra tíðni þurftu að vera stærri en 5. Nú horfum við hérna á töflu væntanlegra tíðni, sem er þessi tafla hér, og þá þurfum við að passa að hver og einn reitur sé stærri en 5, annars megum við ekki nota prófið. Þetta var allt sem ég ætlaði að segja ályktunarhlutföll fleiri tíða. Næst fjöllum við tengslatöflu.